Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, við höldum áfram að fjalla konur og íþróttir og hingað til mín komin önnur sigursælasta júdó-manneskja Íslands frá upphafi. Anna Sofía, velkomin. Takk fyrir. Þetta dálítið magnað því við erum ekki að tala bara konur þarna, við erum að tala kalla og konur og þú ert önnur sigursælasta. Já, það er hægt að segja það. Það er vel gert. Já, takk fyrir það. Hún er lengi í þessu, þannig að, ég hef náðu ágætt árangri. Já, við verðum alltaf lengi að tella þetta upp, allar þessar medalíur sem eru búin að vinna að því að þú ert á þessum stað. Já, ég man að ég taldi eitthvað tíma fyrir eitthvað síðan, sko, þá var ég búin að vinna ansi marga Íslandsmeistaratitla. Svona aldrei gefið mér eitthvað svona leið til að telja það, sko, svo fór ég ok, ég fyrir að telja þetta. Þá var þetta 29 komnir núna. Akkúrat. Þín leið inn í þetta sport, hver er hún? Þetta er rosalega mikið fjölskyldusport, við getum sagt það. Bróðir minn og systir mín voru að æfa júdó og bróðir minn er svartbelti í júdó líka, eins og ég. Og þau svolítið svona komið mér inn í þetta. En svo á ég náttúrulega líka frænda sem er hann var eiginlega bara svona með fyrstu Norðurlandameistarunum í sportinu hérna á Íslandi. Það er þetta að koma inn í þetta sporta því að yngri flokkar starfið, það er bara samkeppni við mjög marga greinar og það hafa ekkert verið neitt mjög margir í þessu og sérstaklega svo fyrir norðan. Þegar þú kemur hingað þá eru fáir í yngri flokkum. Það hefur held ég alltaf verið ágætis, það hefur alltaf verið gott júdóstarf hérna fyrir norðan. Það er náttúrulega eiga Vennar Þorleifs og fleiri mjög öfluga keppnismenn. Og barnastarfið því ég kem hingað þá er alveg ágætt að gera hjá drengjónum en það er hins vegar ekki mikið hjá stelpunum. Og þar er alltaf svolítið svona rótvandas í júdó að við erum alltaf að halda, þetta er náttúrulega jaðaríþrótt, þannig að það verða alltaf færri samanborið við aðrar íþróttir ef við erum að fara að taka eitthvað hlutfall. En sérstaklega stelpumegin, rosalega fáar stelpur sem að hafa haldist í þessu og í gegnum minn feril, þá var ég bara mjög oft að æfa með strákunum. Og ég reyndi alltaf eins og ég gat að halda stelpu minni sem að byrjuðu og það var bara mjög erfitt. Af því að það var alltaf sama aðferðin notuð, það var byrjunarnámskeið, stelpur og strákar að æfa saman og ég komist að því að það bara virkar ekki í júdó. Er það kannski, hvað heldur það að sé? Heldur það að sé þetta ógnvekjandi að þurfa að fara að glíma strax við strákana eða það er kannski eitthvað sem kemur seinna og þú vilt fara að glíma við þá og reyna hvað þú nærð þeim megin? Já, þetta er sko, ég held að þetta sé margslungið. Ég held að sé bæði það að það er rosa mikið nánd í þessari íþrótt. Nánd sem þú þarft að komast yfir að sé í lagi og þú þarft svolítið að svona aðskilja, sko. Þú ert í íþróttinni og átt ekki að vera að pæla í neinu öðru en bara þá ert að glíma. En það getur verið mjög erfitt og maður sá mjög ofta stelpur hætta bara í kringum svona unglingsaldurinn. Þá fór þetta að vera óþægilegt fyrir stelpur og það er hætta. Bara erfiðara fyrir þær. En það er líka, ég teki eftir að það er líka fyrir yngri stelpurnar. Að þetta er það er eitthvað með svona eins og kynin nálgist íþróttina á ólíkan hátt. Nú er ég að alhæfa, auðvitað tala ég ekki alla. Fyrir mig skipti það ekki máli að æfa með strákunum. Það truflaði mig aldrei. En ég hef tekið eftir bara í gegnum tíðina, það truflar bara meiri hlutan af stelpum. Og við þurfum alltaf svolítið svona aðeins að fara út eftir fjöldanum, hvað er að fara að virka. Og þegar ég hef talað þetta, þá hef ég alltaf sagt, þetta er kannski ekki að fara að virka fyrir allar íþróttir, það að kynjaskipta. Það er ekkert endilega lausnin í öðrum íþróttum, en maður þarf að finna hvað virkar í hverju íþrótt fyrir sig. Og til þess að gera það maður bæði náttúrulega að hafa æft íþróttina og verið í henni og svona lifið og hrærist í menningunni, en þú þarft líka svona að fylgja ykkur þannig að þú kemur hugmynd eins og mér datt í hug þetta með að kynjaskipta. Það var enda að byrja að kynjaskipta en Akureyri því ég kem. Og þau voru með eldri hóp, fyrir eldri. Og ég sagði, ég vil líka kynjaskipta í yngri hópunum. Og það byrjaði og það var heil önn þar sem ég var með eina stelpu. Ég mætti öllum yngri hópum? Já, það var bara ein stelpa, þetta var 14 ára yngri og þær voru kannski 3 og æfingum var ein að mæta. En ég kom ekkert og bara, já þú mátt fara. Ég bara
gaf þessari stelpu æfingu. Og náttúrulega ótrúlega erfitt í svona íþrótt, þar sem er best þau eru 2 og 2 saman. En þetta gerðum við og þetta náttúrulega tekur á bæði fyrir félagið sjálft og fyrir mig sem þjálfara að mæta og þjálfa einn einstakling. En svona byggir maður þetta upp, þannig að það sé alltaf að vita að ok, þetta er til staðar, þetta er þarna. Ef ég hefði bara eitthvað svona gefist upp eftir 2 vikur, þá er ekkert eitthvað öryggi í því að þetta sé til staðar. Þannig að, og æfingu daginn, þá voru 13 stelpur æfingu. Þetta er dálítið mikið, sko, við erum að fara úr 1, 3 í 13 og það sem að gerist náttúrulega þarna líka er að leið komið fjölda að þá getur farið að skipta þeim fjöldanir í hópa. Já, og þá getur við farið að gera miklu meira. Og þetta er nefnilega, eins og ég hugsaði, sko, ok, að því í strákamegin þá er þetta þannig að það er 6-9 ára og svo 10-14 ára. En ég hugsaði, ok, ég vil frekar að þessi 2 aldursbil séu saman til þess að þessi auðveldar að búa til sko eininguna og síðan er hægt að splitta upp. Já. Þannig að núna er hægt að taka þessi 2 hópa og fara að vinna betur með þá á, þessu aldursbili, sko. Ef við nefnir þetta, sko, vera með 1 æfingu, en líka að vera með 3 æfingar, þeir eru 2 takast á. Oddatalan, er hún ekki alltaf vond? Þetta það er náttúrulega lúmst að vera, sko, júdóþjálfari er lúmst erfitt af því að, eins og ég segi, ég er oft með svona, ég er með í huganum hvað ég ætla að láta þau gera, eins og því ég mæti vera að þjálfa kvennaæfingar og fullorðinsæfingar. Þá er ég svona með í huganum, ok, þetta er það sem ég ætla að gera í dag, en ég get ekki niðurnelta af því að ég veit ekki hversu margir mæta. Þannig að, og af því að náttúrulega skiptir miklu máli varðandi þyngdarflokka og þessa skiptingu, að þá stundum, heppnast að þannig að geta 2 og 2 verið saman að æfa tæknina. Stundum þarf ég kannski að vera með 3 mánaða hópa, stundum þarf ég að hafa þannig að, það eru 2 og 2 en við erum alltaf að skipta þannig að þú fáir ólíka einstaklinga og þetta er oft eitthvað sem maður þarf smá að svona spinna í, maður er náttúrulega með eitthvað svona nokkrar hugmyndir eftir hversu margir mæta. En maður þarf stundum svona að spinna á æfingunni sem getur verið alveg smá trikki, sko. En svo þegar þú komið með þennan fjölda, svo það bara að halda þessum fjölda á æfingunum, hvernig gengur það? Já, það gengur vel. En maður þarf alveg að leggja mikið á sig, eins og ég segi, ég er ekki bara þjálfari, ég er líka hvetjari og peppari og sálfræðingur og maður þarf bara að vera tilbúin til að vera til staðar. Og það er líka, maður þarf að hafa þetta fjölbreytt, það þarf að vera skemmtilegt og ég lít alltaf á það að ég hef oft hugsað þetta, bara ég hugsa oft það hver er ég sem þjálfari og hvaða siðferðislegu gildi hef ég sem að ég vil koma á framfæri. Og fyrir mér, sko, á Íslandi er allt of mikil afreksvæðing. Það er allt of mikil. Þetta er svolítið mikið þannig að þú átt bara alltaf að verða bestur. En mitt markmið er að láta öllum líða vel á æfingunni og það skiptir ekki máli hvort það sem manneskja sem er búin að æfa í 10 ár er alveg ógeðslega góð og er að fara að ná geðvægt langt eða manneskja sem var að byrja í gær. Ég þarf að láta það virka að þeim báðum líði vel og það finnst mér að mikilvægast að þú setur upp eitthvað ákveðið svona, þú setur þig markmið þar sem þú ert að reyna að ná til allra og auðvitað það virkar aldrei alveg. Ég er aldrei 100% ánægð með það. Ég veit alltaf að ok, þarna þá náði ég ekki alveg en mitt markmið er alltaf bara að allir fari glaðir út og líði vel. Þetta er orðið svolítið flókið, eða margþætt, þú ert með þarna einhver sem er búin að æfa lengi, svo eitthvað sem er bara nýbyrjaður, allir að hafa gaman en þeir þurfa líka að fá æfingar við hæfi sem að hæfa þeirra getu. Já, þetta getur bara verið mjög erfitt. En þetta er skemmtilegt og það er alveg, og ég hef byggt, eins og kvennahópinn hjá mér, hef ég byggt upp þannig að ég get tekið á móti einhverjum alveg nýjum og sú manneskja getur verið fyrir eitthvað fljóta að læra af því að þær kunna að glíma við nýjar stelpur og eins og ég segi alltaf við þær, þú getur alveg grætt á því, ég sem svartbelti, ég græði alveg á því að glíma eitthvað við með appelsínugulbeltið. Ég get alveg grætt á því, en ég þarf að ákveða sjálf hvernig ég ætla að græða á því. Þannig að til dæmis eins og ég segi, þá ferðu að hugsa um tæknaðina, þá ertu kannski bara að vinna í einhverju einu bragði sem að þú vilt verða góð í, og þú ert bara að vinna í þessu bragði á móti þeim sem eru nýir. Þannig að þú ætlar ekki að fara að vinna í góðu bröðunum þínum, þú ætlar ekki að fara og kasta, ég tók þessa ræðu ég var með strákaæfingu daginn, þá tók ég þessa ræðu akkurat á þá, að þú græðir ekkert á því að
bara vera að kasta ykkur aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og af því að þú ert svo ótrúlega góður í þessu bragði. Sumir eru svo fastir í því að þau eru að vinna æfinguna. Þú vinnur ekki æfinguna, þú vinnur æfinguna með því að bæta þig. Og þú getur bætt þig á svo ótrúlega ólíkan hátt. Það þarf ekki alltaf að vera þannig að þú þurfir að taka ykkur að geðveikt harðar glímur. Og það er náttúrulega annað mál. Mér hefur alltaf fundist sko, eins og í júdóinu á Íslandi að þá er alltaf mikil svona árátta fyrir að glíma alltaf hart. Og í endan þá endar það bara með ónýtan líkama. Þú veist, og við búum á Íslandi. Þú veist, við getum náð árangri á svo marga aðra vegu. Þú veist, við þurfum ekki enda hérna 35 ára, þú veist, með handónýtan líkama. Þú veist, það er svona, ég hef oft pælt svolítið mikið í þessu, mér finnst það svona hérna. Að setja sig mér á mismunandi markmið fyrir mismunandi típur af glímum, að fara ekki inn í hverja einustu glímu og alltaf rústa henni. Já, akkurat. Og líka, veist, það bara ertu bara með betri og hérna, með lengra líf á líkamanniðinu. Þú veist, þannig að þú getur æft íþróttina lengur, þú getur, veist, og auðvitað, hérna, svo er þetta allt svolítið trikki, sko, því að, þú veist, þú vilt náttúrulega líka vera með afreksmenn. Mér finnst það líka alveg mikilvægt, þú veist, það er mikilvægt að vera til staðar fyrir afreksmennina þína og leyfa þeim að ná langt. En svo ertu líka með þetta fólk sem þú vilt fá tækifæri til að æfa íþróttina án þess að sé eitthvað bílu pressa og að vera bestur eða keppa og allt þetta. Þannig að maður verður bara svolítið að finna meðalveginn af því að þú verður að hæfa báðum hópunum. Þú veist, það er líka það, sko. Þetta er álag á líkamann, þú veist, það að vera að kasta heilli manneskju er hellingsvinna. Já, júdó er, sko, nú hef ég prófað alveg frekar margar íþróttir. Ég er sjálf titlaður keppnissjúklingur. Ég hef keppt í júdó og brasilísku jiu-jitsu og hnefaleikum og íslenskri glímu og ég er örugglega að gleyma einhverju. Ég elska að keppa, mér finnst það bara stórkostlegt. Og júdó er bara erfiðasta íþróttin sem að ég hef æft. Þú veist, og hún verður alltaf erfiðust fyrir mér af því að þetta er bilað álag á líkamann að vera að reyna að kasta ykkurum sem að er að reyna að kasta þér. Já. Þú veist, það er eitthvað svona og ég man alltaf eftir, ég var búin að vera að prófa að keppa í ykkur öðru, svo fór ég að keppti á júdómóti og ég vaknaði daginn eftir og mér leið bara eins og það hefði verið keyrt á mig. Þú veist, líkaminn er bara eitthvað svona algjörlega búinn á því af því að, þú veist, svo náttúrulega keppir aldrei eitthvað eina glímu á júdómóti, þú veist, þú keppir kannski 5, þú veist. Já. Og þannig að þetta er mjög erfið íþrótt. Ef við tölum samt þetta kynjabil í íþróttinni, þú getur alveg glímt við karlmann og unnið hann. Já. Ég get alveg gert það og ég hef alveg gert það. Það er náttúrulega bara, snýst rosa mikið tækni í júdó. Þú ert góður tæknilega, þú ert með góða snerpu og allt þetta. Þá er það bara minnsta mál. Þannig að konur og kallar eru að æfa sama sportið? Já, og ég hvet alveg stelpurnar mínar sem að vilja vera góðar í júdó og sem vilja keppa og ná árangri að koma á sameiginlegar æfingar. Þannig að við förum á æfingar með strákunum og fá fleiri glímur, glíma við fleiri. Það sem að hins vegar ég komst að þegar ég var að æfa, af því að ég var svo ofta að glíma við strákana, að konur og kallar þau glíma allt öðruvísi. Og að æfa með strákunum var aldrei nógu gott. Af því að, og ég man alltaf eftir þessi, ég fekk þetta komment frá svona dönskum þjálfara og hann sagði, þú glímir eins og strákur. Og þá hugsaði ég, já, af hverju allir það sé? Þú veist að ég æfi náttúrulega bara með strákum. Þannig að alltaf þegar ég fór mjög oft, ég fór til Japans, ég fór til Kanada, þar sem ég fór í svona lengri tíma til þess að æfa. Og þá fann ég bara alltaf hvað er nauðsynlegt fyrir stelpur að æfa með stelpum. Af því að við bara glímum allt öðruvísi. Og þá er náttúrulega, þegar ég fer að keppa, ef ég er alltaf bara að glíma að stráka, að þá er svo erfitt að fara út á mót og fara svo glíma bara við stelpur, sko. Anna, tíminn er því miður runnið frá okkur, við erum komin á þvílíkt flug. Takk kærlega fyrir að koma hérna og kynna mig fyrir þessu. Og takk ykkur áhorfendur kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós.